Góðan daginn nemendur, nú erum við komið að lykkjunum og í þessari viku ætlum við að skoða do while lykkjuna og while lykkjuna. Það er náttúrulega mjög algengt að við viljum framkvæma einhverja setningar eða setningabálka aftur og aftur og til þess að það sé hægt þá verðum við að bjóða upp á það sem kallast lykkjur eða loops á ensku og þessar endurtekningar kallast gjarnan ítrun eða iteration á ensku og það sem við munum skoða í þessari viku er þá do while lykkjan og while lykkjan og í næstu viku er það for lykkjan og þetta eru mikið notaðar lykkjur og það er mjög mikilvægt að við áttum okkur á hvernig þessar lykkjur vinna. Do while lykkjan, hún virkar þannig að ef við skoðum þessa mynd hérna og svo sjáum við þetta betur á eftir að hún framkvæmir eitthvað ákveðið og athugar eftir að hún er búin að framkvæma hvort að hún mátti það eða ekki eða hvort að skilyrðin í while séu þá true eða false. Þannig ef hún mátti framkvæma þá athugar hún ok, þá ætla ég að gera aftur af ég má það og framkvæmir hérna niður en ef hún er búin að framkvæma einu sinni og athugar hvort að skilyrðunum sé uppfyllt og ef ekki þá fer hún hingað niður og ég vil alltaf meina það að do while lykkjan sé eins og óþekka barnið prakkarinn, hann fer inn í skáp og fær sér nammi og spyr síðan mömmu sína má ég fá nammi og mamman segir nei en þá kannski er krakkanum alveg sama því hann er búinn að fá sér nammi á meðan while lykkjan sem sjáum hérna neðar hún spyr á undan má ég fá nammi og ef að mamman segir nei þá gerist ekki neitt þá framkvæmist hún ekki en ef mamman segir já þá framkvæmist while lykkjan þannig að það er svona munurinn á þessum lykkjum do while framkvæmir og spyr síðan en while lykkjan hún spyr á undan og gerir svo eins og hérna er do while lykkjan og þetta er forrit sem slær út tölunar frá 1 upp í 10 hérna byrjar lykkjan í do og hún endar hérna í while og skilyrðin eru sett hérna inn á milli svegaparsins og við þurfum að passa það að vera með semikomi hérna fyrir aftan og þetta skrifa út tölunar frá 1 og upp úr og þið getur það að pröfa það hérna að slá þess inn og það er þessi teljari hérna sem hækkar alltaf 1 sem þá athugar er sami teljarinn og er hér það er alltaf mjög gott að geta bara slegið þetta inn og sekunda virkar en hún framkvæmir hérna segjum það ef teljarinn var ekki 1 hún athugar hérna í while er teljarinn minni en 10 og ef að teljarinn minni en 10 þá ætla ég að framkvæma eitthvað þannig hún fyrir aftur hérna og hérna sjáum við að þetta er svona hringur og við erum þá komið með ítrun þannig að forritið okkar núna hægt bara að keyra beint niður eins og við hefum gert alla leið hinga til þannig núna keyrir þetta aftur hring eftir hring og við munum sjá síðar að þessi lykkja er mjög mikið notað til dæmis eins og við valmynd og slíkt höldum mér áfram á næstu glæru og hérna er bara verið að segja það að hún byrjar að framkvæma athugar hvort að skilyrði sé true ef það er true þá keyrir hún aftur hringinn í do while og aftur þangað til að skilyrðið í while verður false og þá hættir hún keyslu og hérna sjáum við þetta bara svona gróft mjög mikilvægt er þessi semikomi hérna þannig að það er alltaf ágætt hérna að byrja að gera bara do ég sýni ykkur eftir íta svo tvisvar á tab og þá kemur þetta allt fyrir okkur þannig að þá gerir maður kannski ekki villur en við skoðum það betur þegar við förum í verklega hlutan og nú ætla ég að stoppa og held síðan áfram
í næsta fyrirlestri og tala um væl-lykkjuna.